Lögmaður slitastjórnar Kaupþings segir að dómur vegna milljarða láns fyrrverandi starfsmanns bankans geti verið fordæmisgefandi fyrir mál 25 annarra fyrrverandi starfsmanna. Dómnum verður áfrýjað. Héraðsdómur Reykjavíkur rifti í morgun þeirri ákvörðun gamla Kaupþingsbanka frá því september 2008 að fella niður ábyrgð Ingvars Vilhjálmssonar á lánum sem hann tók til hlutabréfakaupa í bankanum. Ingvar var einn af æðstu yfirmönnum bankans. Hann þarf að greiða tilbaka rúma 2,6 milljarða króna samt dráttarvöxtum frá því í júní 2010. Ingvar tók nokkur lán hjá Kaupþingi árunum 2005-2007 til að kaupa hlutabréf í Kaupþingi. Einu veðin fyrir lánunum voru bréfin sjálf. 2 vikum áður en bankinn féll ákvað stjórn Kaupþings að krefja ekki Ingvar frekar en aðra stjórnendur bankans með samskonar lán persónulega ábyrgð hans á láninu. 7. október eða 2 dögum fyrir fall bankans tók einkahlutafélag Ingvars og lánin yfir. Ólafur Eiríksson, lögmaður Ingvars, segir að málinu verði áfrýjað til Hæstaréttar. Guðni Ásþór Haraldsson, lögmaður slitastjórnar Kaupþings, sagði í samtali við Fréttastofu í dag að dómurinn sé í samræmi við fyrri niðurstöður í málum sem slitastjórnin hefur höfðað á hendur fyrrverandi starfsmönnum. Þessi dómur taki hins vegar á fleiri vörnum en höfð voru uppi í fyrri málum. Þannig sé fallist á riftun á færslu skuldaábyrgðar til einkahlutafélags í eigu Ingvars 2 dögum áður en bankinn féll. Dómurinn líti á það sem málamyndagjörning sem hafi einungis verið til þess fallin að losa Ingvar undan persónulegri ábyrgð á lánunum. Lögmaður slitastjórnar segir að ef Hæstiréttur staðfesti dóminn þýðir það að fyrrverandi starfsmenn bankana geti ekki losnað undan ábyrgðum og greiðslu lána. Hann segir að 25 sambærileg mál fyrrverandi starfsmanna Kaupþings séu í farvatninu og vona sér til þess að dómurinn í morgun verði til þess að flestir þeirra semji. Lán til starfsmannanna 25 hlaupi á milljörðum. Ung kona sem flúði